saman. Og ég myndi ekkert hvað þetta voru þetta 2 salat, bara 2 kleinuboka eða voru þetta, ég myndi ekki neitt, þannig að ég var hlaupandi tilbaka. Það var alveg ferlega fyndið.
Ég ætla að ekki segja neitt núna. Það sem ég ætla að hringja. Já, það bara einn fyrir það. Það góð með. Já, þetta ég að sitja þarna fyrir aftan þig. Nei, þetta nú bara hérna. Það ekki gott að sitja fyrir aftan þig sem enn. Fyrirlestur í dag. Hvað segir þú? Ykkur fyrirlestur á sætinu. Jæja, góðan daginn og verið velkomin á Hrafnaþing. Í dag hjá okkur Ingibjörg Smáradóttir. Hún verkefnastjóri hjá Vatnajökulsþjóðgarði og í febrúar þá lauk hún meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu. Í rannsókn sinni þá fór hún ofan í saumana á því af hverju Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2007 og af hverju var ákveðið að hafa stjórnkerfið eins og það en það svona telst frekar margslungið og með flóknu tengslanetti. En hún ætlar sem sagt að segja okkur frá helstu þáttum rannsóknarinnar í dag og ég gef þér orðið. Kæra þakkir. Já, ég heiti Ingibjörg Smáradóttir og verkefnastjóri hjá Vatnajökulsþjóðgarði. Ég eins og María sagði, þá var ég að ljúka meistararitgerðinni minni í vetur, var búin að vera í meistaranámi frá 2018. Það tók smá tíma, en það færist ekkert að næstu glæru. En getur við notað þetta? Ég verð að reyna. Þá þarf ég nú að gera það. Já, ég ætla bara að halda áfram að kynna mig. Ég sem sagt ferðamálafræðingur frá Háskólanum á Hólum og með því að taka fyrsta árið í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum þá fær maður landvarðaréttindi sem gefur út, þannig að ég sem sagt með réttindi landvarða líka. Glæsilegt. Takk kærlega. Fyrirlestur minn heitir Þróunarsamstarf og þetta sem sagt ég líka leiðsögumaður og var með skipaleiðsögn á Akureyri út frá yfir nokkur sumur þegar ég bjó fyrir norðan en ég býð núna á höfuðborgarsvæðinu. Og ritgerðin mín heitir Tengslanet og samstarf í opinberri stjórnsýslu, stjórnsýsluleg staða og hlutverk Vatnajökulsþjóðgarðs. Og hérna svona smá yfirlit yfir það helsta bara smá umfjöllun sjálfan jökulinn. Það kemur fram í ritgerðinni og ýmsa munnmælasögur og sagnahefð hvað fylgdi því með sjálfan Vatnajökulsþjóðgarð. Hvaða nafnið komið, ég fjallaði það og það sem sagt frá 17. öld þá fær fólk að tala sem sagt Vatnajökul og tengt þarna sem sagt Vestfjarðagrím og sem nam land líka í Grímsey og þess vegna heitir hún Grímsey. Vísindastarf hefur verið mikið tengt þjóðgarðinum og eldsumbrotin þau hafa vekið athygli í gegnum aldirnar eftir að landnám hófst á Íslandi og meistararannsóknin sem sagt tekur yfir tímabili frá 1872
til og með árið 2021. Og Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður með lögum 2007, 17. mars og reglugerðin tók gildi þannig að hann var formlega stofnaður 7. júní 2008. Gaman að segja þá því að þetta eru afmælisdagar foreldra minna. 17. mars er afmælisdagur pabba og 7. júní er mömmu. Þetta er skemmtileg tilviljun. Og síðan fjalla ég stjórnsýslu Vatnajökulsþjóðgarðs. En rannsóknarspurningarnar þær miðuðu við að hvernig mætti útskýra aðdraganda og stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs, fer svona aðeins yfir það, og í öðru lagi hvað einkennir það stjórnsýslu skipulag sem var til og hvernig má skýra tilurð þess og hver helstu einkenni þess. Og hér voru svona 4 undirspurningar sem var notað til þess að svona draga fram helstu einkenni. En ég skipti ritgerðinni niður í 3 tímabil þar sem ég var að fjalla tilurðina, hvernig stóð að því að hann var stofnaður. Og skipti þarna 1872 þegar Yellowstone-þjóðgarðurinn var friðlýstur og til ársins 2007. Þá tóku lögin gildi og síðan tók ég tímabili 2008 til 2017 og svo síðasta tímabili var 2018 til 2021. Og ég kafaði ofan í ýmiss konar þingmál og fór í endurskoðunarskýrslur og ýmislegt sem var til að efni þjóðgarðinn og það var bara töluvert mikið og mjög margt hafa möttir eiginlega bara að velja og hafna. En í ritgerðinni fjallaði líka siðfræði umhverfis og náttúru með Pál Skúlason í huga, umhverfingu, bókin hans, nálgun manneskjunnar til náttúrunnar. Veruleikann og takmarkaða skynju og nýting náttúrulega auðlinda og hvernig það tengist svona sálarlífi fólks og tilfinningum og hvers konar lífsgæði falið í því að vera í náttúrunni. Og þetta snýr svolítið vilja mannfólksins að nýta náttúru og orku og auðlindanýtingu, það kemur inn á svona marga þætti. En til þess að leggja mat, nota fræðileg augu til þess að meta hvað var að gerast í aðdragandann, þá tók ég kenningar Kingdons og það eru stefnur Kingdons eða straumar Kingdons. Því að þetta eru 3 straumar og þið sjáið þarna að það stendur stefnustraumi með litlu S fyrir aftan og vandamálastraumi vaffið og pólitísku straumi P-ið. Og þetta eru 3 óháðir straumar sem eru alltaf að gerast í samfélaginu, en þegar þeir koma saman að mati Kingdons þá gerist eitthvað. Það verður eitthvað til þess að einhver hlutur gerist. Og ef við förum við í stefnustrauminn þá getur þetta verið þekking og viðhorf sérfræðinga og getur verið skrifið að fólk hittist á ráðstefnum eða það er einhvers konar lýðheilsumál sem að nær athygli verið að þróa innan samfélagsins eða náttúruvöktun. Það eru svona ýmsir straumar sem að gerast innan hins opinbera sem hafa sinn gang og svona safnast ýmis upplýsingar þar inni. Síðan vandamálastrauminn, þá gerist eitthvað í samfélaginu sem þrýstir á allt kerfið, bæði stefnustrauminn og líka pólitíska strauminn, sem verður til þess að það verður að gera eitthvað. Og það geta verið áföll, náttúruhamfarir, heimsfaraldur eða stórslys og þetta eitthvað sem þarfnast viðbragða samfélagsins. Og síðan þessi pólitíski straumur, að það til dæmis eitthvað gerist á alþjóðavettvangi. Það einhver straumar erlendis sem hafa áhrif á allt umhverfi hér innanlands. Viðhorf almennings breytast. Það eitthvað svona sem að gerast inn í pólitíska strauminn. Það starfsmannabreytingar ráðuneyta og nýtt kraftmikið stjórnmálafólk kemur á þing sem að hefur mikla mikið hjartarsmál sem þau vilja leggja áherslu á. Og síðan það athafnamál stefnumála í opinberri stefnumótun, þessi frumkvöðlar. Það eru þeir sem draga vagninn. Þeir leggja ómælda vinnu í að vekja athygli á sömu málum.
En ferlar málar, einhverjir allir þættir, þessi sem eru þarna undir, þessi 4 þættir, að Kingdon segir að það þarf alltaf að vera eitthvað mismundi mikið af þessu að gerast innan þessara mála, stefnumörkun eða dagskrá stjórnvalda, það er greining á mögulegum valkostum, það þarf að velja eitthvað og val stjórnvalda á mögulegum valkostum við einhverju vá eða eitthvað sem veldur því að mál fara í ákveðin farveg og síðan er það framkvæmd ákvörðunar. En ég ætla að byrja hérna að taka því að ritgerðinni skiptir eiginlega niður í 2 hluta, það eru straumar Kingdons og síðan er það tengslanetin og ég ætla að byrja á straumum Kingdons og þið sjáu hérna eða byrja á stefnustraumnum. Þetta er tímabilið sem sagt frá 1872 til ársins 2007. Að þá voru sem sagt verið að stofna þjóðgarða erlendis og Yellowstone þjóðgarðinn 1872 sem að ég svona setti og einn athafnamaður eða aðili sem hafði mikil áhrif á hvað var að gerast innan Bandaríkjanna, það er sem sagt Woodrow Wilson. Hann sem sagt var þarna að vinna í stjórnsýslunni og hann vildi setja þessi ákveðnu skil á milli stjórnmála og stjórnsýslu. Þannig að þetta væri svona pínu aðskilin kerfi og hann sem sagt var ríkisstjóri og skrifaði þarna grein áhrif almenningsálits á stjórnsýsluna 1887 og síðan var forseti og staðfesti líka þar með lögum sem stofnuðu þjóðgarðastofnunar Bandaríkjanna. En þjóðgarður á Íslandi, fyrsti þjóðgarðurinn var stofnaði 1930 með þjóðgarðinn á Þingvöllum og síðan koll af kolli í Skaftafelli 1968, 1973 í Jökulsárgljúfrum, 2001 þjóðgarðurinn við Snæfellsjökul og 2007 þá runnu þarna Skaftafells og Jökulsárgljúfur inn í Vatnajökulsþjóðgarð. Þarna sem sagt, komin að stefnustrauminum, hvað var að gerast, að það var líka að mikil umræða erlendis sjálfbæra þróun, þá hugtakið sjálfbærni og stefnumótun þjóðgarða. Og það sem sagt, höfst 1972 með ráðstefnu í Stokkhólmi og Brundtland-nefndin, hún gefur út svona þessa skilgreiningu á sjálfbærri þróun 1987. 1992 þá var heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna með Ríó-yfirlýsingunni og þar voru sum sveitarfélög sem tóku þátt í þessu staðadagskrá 21. Það var alveg greinileg svona að það hafði áhrif hér innanlands líka og það er eitt sveitarfélag hérna á Íslandi með Earth-Check sem sagt með þessa vottun og þeir voru að endurnýja hana núna síðast 2021. En 1998 þá er semst Páll Skúlason að gefur út umhverfingu, bókina og þetta semst þar fjallar svolítið sjálfbærni og 1999 þá hefst umræðan rammaáætlun þessa kosti til þess að sem sagt hvað á að fara í nýtingarflokk, hvað nýta sjálfbæra þróun. Síðan gerist það að heimsmarkmið og loftslagsmál fá aukna áherslu út í heimi og árið 2021 þá eru þarna 2 höfundar, Axton og Darton, gefa út ritrýnda grein orkuöryggi og sjálfbærni og það var mjög forvitnilegt að lesa það hvernig tengdu sjálfbæra þróun við orkuöryggi og sjálfbærni. Því að sjálfbær þróun það er að geta gengið áreiðanlegri orku og fleira. Síðan eru pólitíska straumin, sem sagt pólitísku straumarnir, að það er semst ýmislegt að gerast í stjórnsýslunni, að það eru bæði alþjóðlega breytingar að gerast og tengslin til opinberri stjórnsýslu semst verða algengari. UNESCO, OECD og ESB. Þetta eru bara að gerast innan stjórnsýslunar sem hefur líka áhrif hér á Íslandi og bara dæmi ráðuneyti umhverfismála að þarna er bara sífelld breyting á nafni umhverfis- og auðlindaráðherra eða umhverfisráðherra. Hann er með mismunandi nöfn eftir því hvað áherslu stjórnvalda er á hverjum tíma. Síðan er það stefnustraumarnir. Ég er áfram í tímabilinu 1872 að það eru athafnamenn stefnumóla, það eru ýmsir svona frumkvöðlar sem koma fram og draga vagninn eins og ég minntist á áðan
og náttúruverndarráð, sem sagt Kári og Bryndís, þau koma með tillögu eldfjallaþjóðgarð þarna á sem sagt vestanverðu Vatnajökli og síðan Sverris Sigurðsson, hann að gera nemendaverkefni við HÍ 1992 með viðskiptahugmyndum stofnað þjóðgarð á hálendi Íslands og það ætti að vera atvinnusköpun, var svona markaðshugmynd og reynda að ná samtali við stjórnmálamenn og koma þessu sjónarmiði sínum á framfæri og þetta var ekki síst með tilliti til öryggismála og almannavarnar hagsmuni, bara slys fór að gerast og þetta var bara mjög alvarleg slys og fólk var að deyja. Þannig að hann hafði svona ákveðin rök fyrir að þetta ætti sinn þátt í. Síðan Hjörleifur Guttormsson, hann leggur til fram á Alþingi 4 jöklaþjóðgarða umhverfis helstu stærstu þjóðgarðana. Það semst Vatnajökul, Hofsjökul, Langjökul og Mýrdalsjökul og fleiri minni jökla. Og síðan enn svona frumkvöðl, það Ómar Ragnarsson, hann lagði til nafni Íseldagarður eða Íseldaþjóðgarður eða Íseldavíðerni. Hann svona fannst Vatnajökuls þjóðgarðsnafnið ekkert vera neitt mjög þjált í munni. En það voru ákveðin vandamálastraumar á þessum tíma til 2007 og hafa mikið atvinnuleysi á Íslandi og stjórnvöld voru að leitast við að skapa sínum borgurum eða aðilinu sínum borgurum atvinnu og það var ráðist í að byggja Kárahnjúkastíflu. Og náttúruvernd og náttúruverndarfólk varð mjög mótfallið í og þetta vakti alþjóðlega athygli og mjög mikil mótmæli sem að svona stigmögnuðust og sitt sýndist hverjum. En í stefnustraumnum það var til þess að þjóðgarðurinn var stofnaður því að þarna var verið að sætta 2 ólík sjónarmið og það skapaðist þarna möguleiki til að stofna þjóðgarð sem var gert 2007. En á næsta tímabili þá hefst starfsemi þjóðgarðsins og þá það frá 2008 til 2017 að það gefin út ýmsar úttektir og skýrslur og greinagerðir gefnar út starfsemi þjóðgarðsins. Þetta var flókið, stjórnsýslukerfið þjóðgarðsins var mjög flókið. Það var gefið út hvítbókin stjórnsýslulegt hlutverk og skyldu Vatnajökulsþjóðgarðs 2011, ríkisendurskýrsla til Alþingis 2013 þar sem var orðinn rekstrarhalli. Stjórn var að stýra þjóðgarðinum og hafði ekki mikla yfirsýn almennan rekstur því að stjórnarfólk kannski ekki alltaf í 100% vinnu fyrir þó að sé í stjórn þjóðgarðsins. Þannig að það var gefin auka fjárveiting en tekið fram að ábyrgð og valdmörk voru mjög óljós og milli stjórnar, framkvæmdastjóra og þjóðgarðsvarða. Þannig að hafa komið svona vísbendingar ákveðin vandamál í sambandi við þjóðgarðinn. Síðan í pólitíska straumnum þá var líka eitthvað að gerast. Það var verið að stofna dag íslenskrar tungu og það var gefin út verndaráætlun. Það var komin aukin áhersla á loftslagsmál og ýmis lög voru sett þarna og rammaáætlun og fleira. Annað sem var gerast þarna að það var verið að stækka þjóðgarðinn og það var verið að skýra valdmörkin þannig að það var verið að breyta lögum og þarna kom fram að það voru 7 fulltrúar sem höfðu atkvæðisrétt í stjórninni. 4 formenn svæðisráða og 1 umhverfisverndarsamtak frá umhverfisverndarsamtökum og 2 sem voru skipaðir af ráðherra umhverfismála. Og auk þeirra voru 2 áheyrnarfulltrúar án atkvæðisréttar. Þriðja tímabilið frá 2018 til 2021, síðasta tímabilið, þá komna fram bara svona margar skýrslur að það þurfi að endurskoða allt kerfið. Það var mjög starfsemi þjóðgarðsins byggist mjög mikið upp á tengslanetum og þetta flókið umhverfi og fólk var óviss með hlutverk sín. Og
það kemur skýrsla frá Ríkisendurskoðun að fjármálin sé ekki í lagi og það er semst að það þyrfti að laga verkferlana, framsal valdheimilda var óljóst, það þyrfti að móta innkaupastefnu og fleira. Capacent var líka sem að ráðuneytið hafi fengið til að gera svona rekstrar og stjórnsýslu úttekt. Að það var semst ennþá fjármál og fjölgun stöðugilda sem að kölluðu á bæði meiri fjármuni og síðan var trúnaðarbrestur á milli stjórnar og framkvæmdastjóra og mikil svona miðlaskrifstofa, hún gat ekki sinnt þessari stefnumótun eða áætlanagerð sem að svona opinber stjórnsýsla krafðist. Og það var eins með Ríkisendurskoðun, þau voru líka bentu á þetta og framkvæmdastjóri óskaði eftir að fá aðstoð Ríkisendurskoðun til þess að líta og greina reksturinn og það var 4 veikleikar að þyrfti að styrkja miðlægið stjórnsýslu og rekstrarhalli, stjórnun og verndaráætlun, það var miklu fjármuni sem fóru í það og stjórnskipulag var marglaga. Þetta sem báðar skýrslurnar sögðu það bara mjög áþekkt, þannig að þetta voru semst lagðar til umbætur sem að fari að vinna í og árið 2019 þá er semst Vatnajökulsþjóðgarður tilnefndur til skráningu, heimsminjaskráningu. Þannig að samkvæmt ÖSN út af því að hann er úthafshryggur sem er einstak fyrir svona heimsvísu. En Kingdon sagði líka að samkvæmt þessu stjórnsýsla og framvinda mála að það sem var að gerast í stefnu, pólitíska straumnum, það er þarna P-ið þarna fyrir aftan, að það var verið að setja lög sem höfðu svona áhrif, óbein eða bein áhrif á starfsemi þjóðgarðsins. Og hér er svona einhvern smá listi yfir það og þetta er nýr framkvæmdastjóri hefur störf 2018, formaður stjórnar segir af sér og fyrir framkvæmdastjóri hætti störfum. Hér er skipurit eins og það var í nóvember 21. Að þetta er flókið og marglega, það eru þarna ráðherra er yfir stjórninni og stjórnin ræður framkvæmdastjóra og þannig að framkvæmdastjóri hefur eiginlega 2 yfirmenn, bæði ráðuneyti og líka stjórnina. Síðan eru þarna 6 svæðisráð, 2 á norðursvæði og 2 á suðursvæði og svo 1 á austur- og vestursvæði og þeir hafa sinn formann í stjórninni. Og þetta eru aðilarnir sem eru inn í tengslanetum þjóðgarðsins. Þannig að þjóðgarðin er þessi lærdómsstofnun, hún er að stöðugar umbætur og breytingar, það er alltaf einhver nýsköpun í gangi, heilmikið að vera. Og það er mikil þekking og mannauður í tengslanetinu. Þetta eru eiginlega svona helstu stuðningsaðilar og styrku þjóðgarðsins, það eru þessi tengslanet. En tengslanetin er samastendur þarna ráðherra og stjórninni, sveitarfélög sem eru í kringar innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Síðan eru svæðisráðin sem eru 4, umhverfisverndarsamtök, það eru samtök útivistafélaga, ferðamálasamtök sem að starfa innan þjóðgarðsins og framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs, þjóðgarðsverðir, annað starfsfólk og síðan eru almenningur og aðrir hagsmunaaðilar. Og þetta eru aðilar sem hafa sína rödd innan stjórnkerfis þjóðgarðsins. En ef við lítum á fræðilega staðsetningu þá er svona bakgrunnur hvers þáttakanda sem er í þessum tengslanetum. Hann getur verið mjög margvíslegur og sami aðili getur haft 34 hatta, allt eftir hvar hann er staddur. Þannig að hann getur verið þáttakandi frá einkafyrirtæki, frá hinu opinbera eða þáttakandi frá óhagnaðardrifnum samtökum. Og þetta getur verið á alþjóðlegu level eða innan lands eða svæðis, landshluta eða í sveitarfélagi. Þetta er líka hvað einkennir þáttakendur. Þetta eru hvort þeir eru frá stofnun eða fyrirtæki, hvort þeir séu einstaklingar sem hafa bara mjög mikinn áhuga á því
hvað að gerast innan þjóðgarðsins. Síðan þetta opinbera markmið og mikilvægi afurða að það þarf að setja reglugerðir og þetta eru aðilar innan ráðuneyta, þetta getur verið aðilar, þannig að allt eftir hvaða hatt fólk með, þannig að það er mjög mikilvægt að allir hugi að hæfi sínu þegar þeir eru að taka þátt í atkvæðagreiðslu ýmis mál. Það er eins með líka aðgangur þátttakanda auðlindum því að það er það sem skiptir þjóðgarðinn miklu. Það er sem sagt fjárhagsleg innistæða, náttúrulega auðlind, mannvirki eða mannauður, félagslega auður, eru þau með stjórnmálalega samtök eða samskipti eða svona bjargráð eða menningarlegur auður eða þekkingarauður. Þannig að þetta geta verið alveg gríðarlega svona fjölbreytt bjargráð sem hver og einn getur komið með sér inn í tengslanetin. Og þetta er mjög flókið og við getum sagt að völd og áhrif þáttakanda í tengslanetinu, þau eru svona kvíslast, þau geta kvíslast upp og niður, farið pínu á ská, verið alveg lóðrétt, þannig að það er jafnræði á milli þess að tveggja aðila eða þau geta verið í samkeppni. Þannig að þetta eru þessi svona einkenni þáttakanda sem er mikilvægt að hafa í huga þegar verið að taka ákvörðun mál eins og ég segi. En það sem er með málefni þjóðgarðanna á þróun breytinga, það eru þessi 3 straumar. Að samantektinu af því er að fram til 2007 þá eru þjóðgarðar erlendis á Íslandi og það er umræður sjálfbæra þróun. Það er vandamálastraumurinn, þá er það náttúruvernd og atvinnuleysi og virkjunaráhrif sem hafa þarna áhrif. Þessi straumur er bara mjög sterkur. Hlutverk stjórnmálanna eða pólitískra straumsins er að hlusta og finna málamiðlun og finna einhvers svona meðal eða milliveg sem allir sættast á. En það sem gerist á tímabilinu frá 2008 til 2017, það eru sett lög og reglugerð stefnumótum og alþjóðlega stefnu til við getum sagt, til að aðstoða þjóðgarðinn við að uppfylla sín markmið. Vandamálastraumurinn kemur fram í skýrslum og greinagerði í sambandi við rekstur og stjórnskipulag þjóðgarðsins og í pólitíska straumnum þá verður hrunið. Hvað gerist eftir hrunið? Er nógu fjármagn til þjóðgarðsins? Það var bara allt annar markmið stjórnvalda á þessum tíma. Það var bara mikið áfall sem gerist þarna. Og síðan er líka þessi hann vantaði kannski skilning á rekstrarformi þjóðgarðsins, hvort að hann var svona ólíkur rekstrarform annara út af þessu miklu tengslanetum. Og það var líka örskipti ríkisstjórnar á þessum tíma frá 2008 til 2017. En á síðasta tímabilinu þá byrjar umræðan þjóðgarðastofnun. Þjóðgarður hálendi og svo UNESCO tilnefningin sem að gerast þarna innan stefnustraumsins. Og þetta hafði mikil áhrif á umræðum þjóðgarðinn og vandamálastraumurinn, það voru gerðar mikla úttektir, greinagerðir og það var þarna afsögn og trúnaðarbrestur innan stjórnar og milli stjórnar og framkvæmdastjóra. Þannig að það var þarna svona tölvöru vandamálastraumur sem varð að taka ákvörðun innan pólitíkstraumsins sem að leiddi þetta svo áfram. Síðan eru í pólitíska straumnum þá bara var heimsmarkmiðin þarna komin af stað, mikil umræðin loftslagsmál sem eru ennþá og rödd almennings að sætta þessi sjónarmið sem voru þarna uppi. En það var líka þarna aðeins framsal valds og ábyrgðar og það var svona lögin sem að hjálpuðu við að koma lagi á það. Og hér er svona aftur yfirlit yfir þessa aðila sem í þessum tengslanetum. Þetta eru bara margir ólíkir aðila og virkilega mikill mannauður fyrir þjóðgarðinn. Það sem var fjallað í þessari ritgerð, það er náttúrulega þessi fræðilegi hluti að dagskrárkenningar Kingdoms og þessar rannsóknarspurningu og þetta var bara ótrúlega magnað að fylgjast með hvað hafði bara gerst bara frá upphafi, hvernig þetta var eitt og gluggi tækifæranna opnaðist.
Því að þegar þessi straumar koma saman, þá eru þessi 3 kraftar sem verður til þess að mál komast í ákveðin farveg og eitthvað gerist og verður að veruleika. Þetta svona þessar spurningar sem ég lagði upp með sem þið sjáu hérna á skjánum og tel mig hafa náð að svara þeim nokkuð vel og hægt að skoða það í ritgerðinni. En heimildavinna var ekki síður mikil, þetta var bara heilmikið efni eins og ég sagði áðan. Að þetta voru 9 blaðsíður bara í heimildaskráningar, þetta svo sem venjulegt kannski í meistararitgerð. En þetta voru mest gögn frá umhverfisráðuneytinu, Alþingi, ýmsum stofnunum, lög og reglur, ritindagreinar og fréttamiðlar. Og til þess að sýna ykkur svona í viðauka þá voru sem sagt yfirlit yfir hvað hver ráðherri hét á þeim tíma, hvaða mál, semst þegar hann var við völd, hvaða mál voru tekin fyrir og gerðust á þessum tíma. Og dæmi hérna er bara 1. Júlíus Sólnes, hann semst frá hvaða flokki hann var og síðan voru stjórnsýslulögin hérna tóku gildi þarna semst í starfstíð Eiðs Guðnasonar. Þannig að það var mjög svona gaman að taka þetta fyrir og fjalla þetta. En ég held að ég sé bara þá komin með þetta. Bara þakka áheyrnina. Er eitthvað spurningar? Takk kærlega fyrir. Þetta hefur verið heljarinnar úttekt hjá þér. Nú er opið fyrir spurningar og ég ætla að koma með hljóðnemann til ykkar af því við erum í streymi þannig að fólkið þarna úti heyri í okkur. Já, Kristján Haukur Skarphéðinsson, ég þakka þér fyrir þessa yfirferð, þetta var nú mjög ágripskennt og það er örugglega hægt að pæla í mörgum smáatriðum en það sem það er tvennt í huga. Fyrsta lagi var náttúrulega, sko, þú nefndir hérna Kárahnjúkavirkjun, það var náttúrulega, sko, ýmis önnur deilumál sem voru fyrr eins og Fljótsdalsvirkjun og annað og kannski líka eins og bara bókin hans Guðmundar Páls hálendið og allir gjörningarnir kringu það. Þannig þetta er svona, þú notar kannski Kárahnjúkavirkjun svona einhvern samnefnina fyrir þetta. En svo er annað sem að tengist nú bara stjórnsýslunni og það er þjóðlendumálin. Sko. Það er sett lög þjóðlendur og það er verið að skilgreina hvað sé land ríkisins og þessi Vatnajökulsþjóðgarður, hann er allur á þjóðlendum. En þetta er nú bara svona komment, en það sem ég langar að spyrja þig sko, að því nú fórum menn flatt á þessu miðhálendisþjóðgarði og það náttúrulega var akkúrat þetta síðasta tíðanbili sem þú fjallaðir var þetta tíðanbili sem áttur að koma honum á laggirnar raunverulega með því að stakka Vatnajökulsþjóðgarð og bæta ykkur við. Geturðu kommentir eitthvað á það, hvað svona það fór flatt? Ég náttúrulega veit ekki allt hvað var þarna bakvið en svona margir settu samnefnara á milli Vatnajökulsþjóðgarðs og hálendisþjóðgarðs og það urðum við margt sem svona hafði áhrif á starfsemi þjóðgarðsins. En ég hef svo sem ekki neina svona, hvað ég segja, skýringu eða hugmyndum hvað gerðist í raun og veru, umræðurnar voru bara miklar og hugsanlega út af því hvernig þetta hafði gengið hjá þjóðgarðinum, það svona olli því kannski að fólk setti pínu svona fyrirvara á áframhald að hafa svona eitt stóran landfræðilega þjóðgarð. Það er svona eina sem ég get svona ímyndað mér, þannig að ég hafi kannski alveg innsýn í. Það er alveg sér meistararitgerð félagslega þætti gagnvart því. Svara þetta spurningunni einhverju leyti. Var eitthvað sem kom þér sérstaklega óvart í rannsókninni þinni? Það sem að mér fannst, sem að mér kom mest á óvart, það var bara hvað þáttur sveitarfélagana og nærumhverfisins hefur mikil áhrif á starfsemi þjóðgarðsins. Og þegar ég byrjaði í lok 2018 þá svona kemur maður svona frá hefðbundinni ríkisstofnun og svona kannski var ekkert áttaði sig ekkert fyrst á svona hvað tengslanetin skiptu miklu máli í starfsemi þjóðgarðsins. Þannig að það var eiginlega það sem að mér fannst áhugavert að fylgjast með og sjá hvernig þessi tengslanet voru í raun og veru að virka
í gegnum stjórnkerfið, að það var ákveðin það voru búnir til aðstæður þar sem við gátu komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Þið með fleiri spurningar? Nú, ef ekki, þá vil ég bara segja að eftir 2 vikur þá ætlar Starri Heiðmarsson, fléttufræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, að flytja erindi breytingar tindagróðurs í Öxnadal á tímabilinu 2008 til 2021. Það erindi verður flutt á Akureyri og verður í streymi á YouTube. En ég vil þakka þér kærlega fyrir erindið og ykkur fyrir komuna og hlustunina. Takk. Takk fyrir mig.